day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When you stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, and Jesus, you are mine. In this joy, perfect peace, every pain finally recedes. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way. You have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious name, Jesus. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Amen. Velkomin á samkomu í Smárakirkju í dag. Það er gaman að hafa ykkur með á netinu og endilega njótið þess að lofa okkur með okkur heim í stofu eða hvar sem þið eruð. sigraði gröf.
Þetta dásamlegt. Elsku vinir, ítrekka velkomin á samkomu hjá okkur, með okkur Smárakirkju. Við ætlum að taka samskotið okkar. Við ítrekkum aftur og aftur að þörfin alltaf til staðar og gerum það síðast líka og viljum þakka ykkur fyrir góða þáttöku í samskotun okkar og við væntum þess. Við vitum að Guð sér alltaf þarfir okkar, hann sér alltaf kirkjuna, hann sér alltaf hann. Guð þarf ekki aurun okkar að þessu leyti til. Hann getur búið hann til, hann getur komið, hann getur gert hvað sem en hann kennir okkur í leiðinni að við treystum honum, að við leggjum allt okkar fram fyrir hann. Líf okkar, vinn okkar, heilsu okkar, fjármun okkar og treystum honum. Það svona til þess að lýsa því yfir hann uppsprettan. Hann uppsprettan öllu sem við erum og eigum. Svo við þökkum þér. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir náð þín og miskunn. Náð þín og miskunn sem ný á hverjum degi. Í dag náð þín ný yfir okkar lífi. Gærdagurinn farinn. Hulinn í blóðin lamsins. Hulinn í þér. Þú hefur átt við hann, Drottinn minn. Ein dag nýr dagur. Og við stöndum fram fyrir þér, lofum þig, við blessum þig og við játum við vörum okkar og við tölum frá hjarta okkar. Þú ert okkar uppspretta. Þú ert allt sem við þörfnumst, þú ert allt sem við eigum. Þú ert uppspretta allsins góða í okkar lífi, Drottinn minn. Og þökkum fyrir það. Við biðjum fyrir samskotinni, biðjum að tala, Drottinn minn, inn í líf fólksins. Drottinn, þá sem að gefa. Drottinn, þú getur þess vegna gefið þeim bara upphæðina sem þið eiga að gefa, Drottinn. Þú hefur gert það mörgu sinnum fullt af fólki, Drottinn. Svo við þökkum fyrir það í Jesú nafni. Elsku vinur, upplýsingarnar á skjánum okkar. Ef þú vilt taka þátt í að standa með Guðs verki í Smárakirkju. Að öðru leyti þá biðjum við Guðs blessun yfir líf þitt, fjölskyldu þinnar, varðveislu og velmegun á allan máta. Amen. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you.
see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Hallelujah. Nafnið þitt, Jesú. Nafnið þitt, já nafnið þitt, Jesú. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Nafnið þitt, Jesú. Halleluja, syngjum þetta saman. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já nafnið þitt, Jesú. Já nafnið þitt, Jesú. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já nafnið þitt, Jesú. Já nafnið þitt, Jesú. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já nafnið þitt, Jesú. Já nafnið þitt, Jesú. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já nafnið þitt, Jesú. Já nafnið þitt, Jesú. Takk, Jesus. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Já, Drottið, blessa einn og sérkvæmt sem að hlusta. Í Jesú nafni. Þið blessi og vendi, lit Guðs lýsi á þig, hann veiti þér náð á sjónum, upplyfti og gefi. Þið blessi og verndi, lit Guðs lýsi á þig, hann veiti þér náð á
Guðs velvild vera með þér, hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Guðs velvild vera með þér, hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Guðs velvild vera með þér, hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Guðs velvild vera með þér, hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Guðs nálægð vera með þér, þér að baki og við hlið þér, allt í kringum, umra með þér, hann er með þér, hann er með þér. Snemma morgun, seint að kveldi, þú kemur, þegar ferðu, þú grætur, þegar gleðstu, hann þig styður, hann þig styður, hann þig styður, hann þig styður, hann þig styður. Guðs velvild vera með þér, hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Guðs nálægð vera með þér, þér að baki og við hlið þér, allt í kringum, umra með þér, hann er með þér, hann er með þér. Snemma morgun, seint að kveldi, þú kemur, þegar ferðu, þú grætur, þegar gleðstu, hann þig styður, hann þig styður, hann þig styður, hann þig styður, hann þig styður. Takk fyrir þetta. Þetta var náttúrulega bara fallegt, bara gott. Við ætlum að taka núna smástund og skoða orðið saman. Það er ákveðin, ég var að tala við vinkonu mín daginn og hún lifir og hrærist mjög mikið í heilbrigðisgeiranum og lýðheilsunni og svona atvinnulífinu og fleiri því tengdu. Og hún sagði við mig að nú væru, kannski aðeins að bakka, munið eftir því að mánuðina áður en að COVID umræðan tók yfir, þá var mjög mikið rætt fjórðu iðnbyltinguna svokölluðu. Tækni, nýjungar og væðingu sem að
gjörbreyta heiminum og gerir það mjög hratt, miklu hraðar heldur en nokkur önnur tæknivæðing fram að þessu hefur gert. Svo mikið að það búist við því að mörg störf sem núna við erum með í þjóðfélaginu verði óþörf og menn hafa verið að ræða meðal annars borgaralaun í því samhengi að sumir verði bara atvinnulausir eða hafa ekkert að gera vegna þess að vélar og tæki og tól og hugbúnaður tekur yfir. Gott og vel, segjum að það verði og svo breyting náttúrulega á mikilli ferð, við vitum það. En þá segir þessi vinkonu mín og takk vel eftir, spekingarnir sem að rannsaka þessi mál og fylgjast með, þeir nefndu sérstaklega eina starfsgrein til sögunar sem að myndi bara auka störfin fyrir. Menn getur farið að mennta sig og náð árangri því að það myndi bara auka störfin fyrir þessa tilteknu starfgrein og ég ekki viss að þeir myndi geta giskað á þau hvað það var. Ekki tölvunarfræðingar, nei. Þó að það muni eflaust alltaf vera þörf fyrir þá. Ja, trommarar, Beggi og fleiri. En nei, hún sagði jógakennarar. Já, akkurat, og þá spyrir maður, en ég sá leið af hverju, eða ég tel mig hafa séð leið af hverju. Og það það að andleg þörf mannsins og leit hans að tilgangi, leit hans að einhverju aðra en þau sjálf, leit hans að sannleika, hún hverfur ekki þó að tæknin í að koma. Þvert á móti, þá gæti firringin orðið jafnvel enn meiri þannig að fólk fjarlægist ennþá meiri mannleg samskipti og samskipti verða alltaf tæknilegri og tæknilegri og öskrandi þörf inni fyrir að varðveita og byggja upp andlegt líf. Og þeir segja spekingarnir, þess vegna verður alltaf þörf fyrir þetta aðila sem kenna fólki að fara inn og ná í friðin. Og það þetta sem ég langar að tala nú aðeins núna, nema bara út frá kristninni. Því að ég samþykki ekki að kristin kirkja og kristin menn geti ekki boðið upp á þetta sem fólk að leita þarna. Ég get bara best að taka það strax fram að ég hef búin að læra trúarbragðafræði, þannig ég veit, ég er búin að læra hindúisma, ég er búin að læra uppruna jóga, út á hvað þetta gengur og svo framvegis og ég er búin að læra jóga á Vesturlöndum sem afbrigði af Austurlandajóganum. Ég man eftir einn kennari minn sem við vorum að tala hann kennari sem satt í indusku fræðum, hindúismu og öðru slíku, kom og kendi okkur og við tölum hennar vestrænu jóga og hún sagði það faktisk ekki neitt til sem heitir kristilegt jóga. Jóga alveg sérstakt afbrigði af hugleiðslu og leit að Guði. Hún ekki bara til að gefa ró og frið í beinin, þó að margir farið þangað í svona jóga leikfimi og láta sig lægja vel og allt í lagi með það, teygjur og fínir í. Og við erum búin að komast að því að jóga getur gert mjög gott upp að ákveðnu marki. Það að segja losa stress og streitu, en kannski tölum það setna, ég ætla ekki að fara nánar út í núna hvað það sem ég hef komist að, allavega samfara eftir mína stúdíur, að jóga getur ekki losað, þegar tökum það setna. En þá kemur þessi spurning. Af hverju hefur kristin kirkja hætt að bjóða upp á eða týnt þessu dýrmæta sem fólk að leita að? Staðreyndin nefnilega svo að í dag og það verður enn meira þegar fjórða iðnbyltingin tekur alveg yfir, að fólk ekki að leita eftir skipulögðum trúarbrögðum. Það ekki að leita eftir strúktúr trúarbragðanna. Það ekki eftir að leita eftir skipulagi í þjóðfélaginu sem segir þú skal gera þetta og þú gera hitt og ef þú gera þetta þá er Guð góður og eitthvað svona. Eða Guð hegðar sér eða kemur bara
Það er að segja að þetta er ytra form trúarbragðanna, þegar ég segi skipulögð trúarbragð. Fólk er að leita innri trúni. Það vill og þráir andlegt líf, andlegan veruleika og það er vakning í þessum hlutum og búið að vera náttúrulega lengi austur frá en í Vesturlöndum þar sem að efnishyggjan hefur leitt menn svona út í horn og menn bara staldra við að segja og sem við viljum meina að COVID sé einmitt að kollvarpa allri þessum globaliseringu sem er í gangi og sína fram á þetta sem ekki það besta sem hægt er að gera. En hvað það? Við fyrir ekki þangað núna. En fólk er að leita að innri frið. Það er að leita að andlegu lífi, það er að leita að andlegri upplifun, það er að leita að veruleika, æðri sannleika sem tengir þau sem einstaklinga við sem er ekkert búin að skilgreina það er bara eitthvað svona stærra, meira, almættið, the universe, skilur við menn segja, nota alls konar hluti orði yfir þetta því að þeir eru ekkert búin að átta sig endilega á hvort það sé Guð, ekki einu svona samfærir allir að sé til Guð, en þeir vita samt að innra með þeim er æpandi þörf fyrir eitthvað meira heldur en þau hafa í dag. Og þessi þörf mun bara kristallast tærar þegar tæknin tekur meira og meira yfir. Ég, eins og ég segi, get ekki samþykkt að kirkjan get ekki boðið upp á þetta. Því ekkert er raunverulegra og sterkari andlegri upplifun heldur en einmitt það að upplifa Krist í lífi sínu. Og það er ekki það að mæta á samkomur, það er ekki það að einu sinni allt er að biðja bænirnar, það er ekki það að fylgja einhverju ritúli, það er ekki utanfrá inn, það er innanfrá. Og mér langar aðeins að fjalla þetta í dag af þeirra lagi, bara örstutt. Í Job 42 segir, ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Flestir í kringum okkur, tökum bara, við skulum ekki vera að fara langt út fyrir landsteinina, tökum bara borgin okkar, landið okkar. Flestir á landinu okkar, flestir, ekki allir, myndu flokka sig sem svona kristin einstakling. Ennþá eru flestir kristnir, eru flestir skráðir í kristnar kirkjur af svona trúfélögum og lífskoðanafélögum. Þó að margt annað fari vaxandi líka. Það þýðir ekki það, sko, að allir þessir einstaklingar hafi andlegu upplifun. Það þýðir ekki það að flestir þessir einstaklinga hafi einhvern tímann fengið að sjá Guð en þeir hafa heyrt á honum afspurn. Við höfum heyrt Guð. Það sorglega veit er að margir hafa heyrt bara vont hann. Eitthvað svona bara sem er ekki einu svona satt. Þessir sömu einstaklingar, það eitt að hafa ekki reynt Guð á þennan hátt gerir það ekki á vondum einstaklingum og þráðir að breytist ekkert við það, þráðir eftir hinn og andlega og þau fara jafnvel í jóga og leita því þau eru leitandi. Þau þrá þetta og kirkjan á að geta mætti með þetta og gefið þeim það sem að því að Kristur hefur það svo sannarlega, innri frið, innri upplifun. Þetta er svolítið svoleiðis. Fólk er að leita að andlegri upplifun. Það vill lifa andlegu lífi. Af því það trúir að sé andlega verur. Það segir í orðskveðunum að við höfum ekki að treysta eigin hyggjuviti, heldur fela Guði allt og treysta honum og hjartanum. Treysta honum á öllu hjarta en ekki eigin hyggjuviti. Og það segir okkur svolítið það að Guð er ekki, þú upplifir ekki bara Guð í kollunum á þér. Hann er ekki bara eitthvað sem þú getur rökfært þig inn á. Frekar heldur en það er andlegu iðkanir sem fólk er að fara í. Það er að leita að einhverju umfram það. Og hvort sem menn reyna að stoppa hugsanir sínar og fá kyrrð í hugan og láta einhverju gerast utanfrá, sumir taka meiri segja lyf til þess að auka líkurnar á þau upplifi. Slík er þörfin.
við getum ekki náð þessari snertingu með því að rökræða okkur inn. Ég er ekki að gera það, ég er ekki að taka, það er nú eitt af því sem kristni menn að fengi gagnrýni á, þið bara slökkvið á heilanum og hugsanum á okkur, ekki nema tilfinningar og eitthvað svona dótari. Nei, þetta er mjög skýrar hugsanir, en þær duga ekki til ef á annar borð við erum andlega verur. Ef við erum bara líkamlega verur, þá þurfum við ekki að áhyggjur hinu. Þá er það bara heila starfsemin sem segir það. Þá er það heilinn sem segir, það er efnahvörfi heilanum á mér sem segir núna ég elski þig. Ertu til að giftast mér? Ég finn bara efnahvörfin er alveg að fullu hérna. Þetta væri þá rökrétt afleika því. En ég held að allir séu samanlega, fræðimenn og aðrir, flestir aðrir allavega, að við erum aðeins meira heldur en það. Nú, Guð opinberar okkur sjálfan sig. Hann kemur þegar við leitum og sýnir sig. Þetta er sama þráin hjá okkur öllum sem er að leita að andlegu lífi. Við leitum inn í þetta í þeirri von að fá einhvað sem okkur vantar. En trúarlíf okkar er þannig gert. Og þú getur verið á þeim stað að þú átt ekkert trúarlíf eða enga svona andlega upplifun en þú ert að leita. Þú getur verið á þeim stað að þú ert nýbúin að upplifa hana en það var ekkert meira gert. Svo getur verið á þeim stað að þú er búin að trúa að eiga þessu upplifun lengi og þú finnur það og sér það og hún vex og þroskast og breytist eftir sem líður. Og það er hið eðlilega í lífinu að við vöxum og döfnum og þroskumst í okkar andlegu göngu. Og mér langar bara rétt að lesa úr Mattheusu sem eru mjög frævers í Mattheus 7 og láta þetta vera svona lykilorðin inn í þetta og leiða okkur inn í það sem við erum að tala um og klára með því. Það segir svona, þið þekkið leið og ég lesi þetta. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, kníið á og fyrir yður munu upploki verða. Því að hver sá öðla sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr munu upploki verða. Hver á meðar yðar gefur syni sínum stein hann biður brauð eða höggorm þegar hann biður fisk. Fyrst þér sem eru vondir hafi vitað að gefa börnum ykkar góða gjafir, hve miklu fremur mun þá faðir ykkar á himnum gefa þeim góða gjafir sem biðja hann. Það er gaman að 12. versinu líka sem er sett inn í hennar kafla, sundurliðuna kafla í biblíunni hérna þýðingunni sem ég er með því þar segir allt sem þeir vilja aðrir menn gera yður skuli þér og þeim gjöra. Þetta eru lögmál og spámennirnir. Hvað er þetta með þetta að gera þarna undan? Þetta hefur með að gera sem stendur í Galatarbréfinu að ekkert skiptir máli í Kristi nema trú sem starfar í kærleika. Það er bara svoleiðis. Ef það er ekki trú sem starfar í kærleika, þá er það gagnslaust, tilgangslaust, þá er það ekki í Kristi. Nú, förum aðeins bara örstuð í þetta. Biðjið og yður mun gefast. Þessi 3 skref eru ekki, ég ætla að nota þið núna til þess að taka það okkur inn í þessa göngu sem við vorum að tala um að margir þrá. Fyrsta er bara biðjið. Þið vitið að það er tiltölulega auðvelt. Það er ekki einu svona fyrirhafna mikið. Bara þú kemur og það er ekki vist þú þekki Guðinu svona vitir, það er ekki einu svona vist þú trúur hann sér til. Ég man þegar ég var búin að biðja í mörg ár alls konar bænir, svona í ytri trúabröðunum. En þegar ég fór að leita þessu fyrir mig innra, þá fór ég með þetta að spyrja, er hann til? Ég var búin að trúa því hér, sjáðu. En það dugði mér ekki til að vita það bara í kollinum, eða að trúa því í kollinum. Ég var að vita í hjartanu og upplifa það og reyna það á með eigin skinni. Svo ég bað bara, einfalda bæn, sagði Guð, ef þú ert til, þá eru þú bara að sýna mig sjálf þig. Þetta er ekki flókið, sko. Þú getur það. Ef þú ert þarna, þá bið ég bara að gera það. Þetta er einfald bæn. Ég þurfti ekkert að hafa fyrir sér bæn, annað en að langa. Bara löngun. Að vita hvort það væri. Þetta er byrjunarskref. Og það er alveg sama hvað í lífinu, hvar þú stattur í, hvort þú átt trú eða ekki trú, andlega upplifun eða ekki, hvort þú ert að byrja að leita, eða helst ekki byrja að leita neinu svona andlega, það hefur enga þörf fyrir þetta finnst þér, það er hægt að byrja þarna.
með einfaldri bæn. Og það breytir engu hvað það sem þið vantar, skortir, þráir í líf þitt, þú getur beðið. Jesús að kenna okkur þetta sjáðu. Hann að kenna okkur leið inn í andlegt líf. Svo segir hann, leitið og þér munu finna. Þetta aðeins meiri fyrirhöfn. Þú veist það líka. Segjum að þú tínir bíllyklunum þínum. Bara, og þú sest niður fyrst og segir, drottinn mig, ef þú ert til, bara viltu hjálpa mér að finna þessa bíllykla. Þetta ein leið. Þetta bænin. Biðjið og yður mun. Ok. Það alltaf lofórð með hverju, sjáðu. Alltaf lofórð. Ef þú biður, þá mun þér gefast. Og veistu hvað þér gefst? Akkurat. Þér gefst að ég skal taka þinn í næsta skref, það sem þú þarft að leita. En af því þú fékkst eitthvað þar í byrjunni, þá ertu tilbúin að leita, sjáðu. Og þú ferð að leita lyklunum, þú veist að þetta meiri fyrirhöfn að leita lyklunum heldur en bara biðja það er komi. Og það ekki eins og það að þeir komi bara gangandi allt í hennu til þinn inn. Ég meina, ok, það gæti gert eitthvað kraftaverk, en þú ferð að leita. Tala nú ekki ef það flóknari leit. Hugsið ykkur ef einhver týnist á fjöllum uppi og það eru hundruðir manna og kvenna að leita að viðkomandi aðila. Ef hann ekki með, eða hún ekki með nein GPS eða neina staðsendingu og þau vita svona sirka en ekki, þetta er alveg óbóðsleg fyrirhöfn. Leitun er fyrirhöfn. En allt og fáir nenna í hana. Þeir sem eru þyrstir og þeir sem langar, þeir sem fara í jóga, þeir nenna. Þú þarf nennu til þess. Og það er það sama við kristna trú. Þú þarf nennu til þess að fara í þetta. En kristni menn, og þetta býður Kristur. Hann sagði, biðjið og þið ykkur mun gefast, leitið og þið munu finna. Og það var spurningin, hvað átt að finna, að hverju ertu að leita? Það góða við það að Guð er slíkur snillingur að jafnvel þú vitir ekki hverju að leita, þá lætur hann þig finna það sem þú þarft. Hann kann það. Hann kann að setja í veg þinn það sem þú þarft. Og þetta þurfum við að segja fólk. Við þurfum að segja, heyrðu, leif mér að kynna þig fyrir Kristi, leif mér að kynna þig fyrir hans leið af þessum innra frið, þessu andlega lífi. Ég hef stundum sagt það og ætla bara að segja það núna fyrst ég er að tala að leita. Það er í tísku að leita. Í vinnunni hjá mér, í húsunum og út allt, þá eru það eru auglýsingaplakat og það hrynja póstarnir allt kontu og þú veist, það er bara, þú veist, við bjóðum þér leið til þess að leita. Þú veist, 15 skall tíminn, ekki meira. Þú veist, komdu og leitaðu og við skulum kenna, ég er búin að læra að leita. Ég fór til Ameríku og lærði það, ég fór til Indlands og lærði það, ég kann það. Komdu að leita hér með mér. Skal sýna þér tæknina sem að þarf til þess að ná árangri í að leita og finna. Það er bara eitt stórt vandamál við þetta. Ef þú finnur þá ertu skrítinn. Því það er ekki tísku að finna. Það er í tísku að leita. Það er eðlilegt að leita. Það er gott að leita. Það er heilbrigt að leita. Við erum sköpuð til að leita. En ekki til að finna. Hvað ertu frelsaður eða eitthvað svoleiðis? Þá ertu allt í einu skrítinn. En leið og finnur, þá breytist allt viðhorf gagnvart þér. Þú getur ekki komið lengur í tímana þína og borga 15 skallir og sagt, ég er búin að finna. Þú getur fundið eitthvað og svo kemur bara áfram til að finna meira
en að finna bara sannleikan. Nei. Að finna hinn eilífa sannleika, hinn æðri sannleika, hinn æðri raunveruleika. Þá telstu frekar skrítin. En Guð segir, í Kristi geti leyft þér að finna þetta. Og þegar þú finnur það, þú ert búin að biðja og það er búin að gefa þér eitthvað, þú ert búin að leita og það er eitthvað smá tíma kannski, stundum ekki rosalega langan, en það fyrir allt eftir bara hvað löngunni, svo kemur og þú finnur og þú smakkar hvað gott er. Og þá eru margir sem að hætta. Og segja, ok, ég er búin að finna. Og kannski er það sem að jókarnir eru að reyna að segja okkur. Heyrðu, já, það getur vel verið að hafa fundið, en þú veist, ég veit ekki. En þú veist, við hættum ekki þar. Og næsta sem Kristur kemur með er bara knýið á. Og fyrir munu upplökju. Það er erfiðar heldur en hitt. Að knýja á eitthvað felur í sér eitthvað múr, vegg, hlið, hurð og þú bara sérð ekki neitt. Þú veist ekki einu svona hvar út að leita, þú kemst ekki inn fyrir til að leita. Eina sem þú veist, að Kristur er búin að segja að það er einhvað hinum megin við og ef þú knýr hérna á, þá mun lokið upp fyrir þér og þú mun sjá og þú mun finna. Hinum megin er fjársjóður, hinum megin er yndislegu fjársjóður og leyndardómur sem Guðs ríkið hefur að geyma, en örfáir finna að þið nenni ekki að knýja á. Þeir gefast upp. Áður en opna þér. Það er svo sorglegt. Það er svo sorglegt. Vegna þess að lífið er ekki bara eitt, ég er búin að finna þetta á búið, eða, þetta var aðeins meira en hitt, en nú stoppa ég. Nei, þú heldur áfram. Og nú ætla ég að segja ykkur eitt. Þegar búið er að ljúka upp fyrstu dyrunum fyrir og þú stígur inn og þú finnur fjársjóð. Þá er þetta nákvæmlega eins og þú þurft að smala í fjöllunum. Þegar ég fór fyrst að smala í fjöllunum og það var fyrsta sinn sem ég fór að smala. Ég held ég var 10 ára eða eitthvað, 11 ára og ég var falið að sjá svæði frá ánni og upp á topp. Það var svona brekka niður á mér, alveg langt reynsli. Og ég hugsaði mig, þeir nenna þess ekki að hlaupa sér upp og niður, svo það áttast guttar í það. Svo ég fyrir það og ég var náttúrulega á þessum tíma þindalaus, ekki mikið lengur, en bara gat hlaupið í stríðarskónum mínum upp og niður, en samt, þrátt við það, tók ég eftir því, hvað var ótrúlega pirrandi, þó helst þú væri konum på topp og þá var annað leiti, og þú kláraði það og þá var annað, þá var alltaf eitthvað eitt í viðbót. Hvar er þessi toppur? Þegar þú er komin inn fyrir hliðið og þú er búin að gæða þér á þessum fjársjóði sem að Kristur er þar fyrir inn og hefur handað þér og lítur upp, annar hlið. Það er annar hlið. Ok, best að byrja að banka á það. Og þetta er trúargangan. Og ég er að segja ykkur öllum heima, ef þú þráir andlegt líf, ef þú þráir innri frið, ef þú þráir æðri raunveruleika þitt líf, þá er Kristur ekki út undan með það. Hann á allt fyrir þig. Því miður hafa bara allt og fáir leitað þangað og fattað að hann er með þetta í boði. En hann er með það í boði og hann hefur það fyrir þig. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að þú ert góður Guð og svo ríkur af fjársjóði og yndislegheitum að Drottinn sem þú býður okkur að ganga inn í. Þú segir okkur að biðja og það gefst. Þú segir okkur að leita og við munum finna. Þú segir okkur að knýja á og það verður opnað. Drottinn, fyrirgeðu okkur hvað við erum slök í nennunni. Að við skulum ekki leita meir. Að við skulum ekki knýja meir á. Að við jafnvel skulum ekki biðja meir. En þetta eru þrep, þetta eru skref. Og þú hefur þetta fyrir okkur. Halleluja. Drottinn minn, megi þjóðin okkar sjá að í þér er allt sem hún þarfnast. Í þér er allt það andlega líf
Samt friður, svo innri friður og æðri tilgangur. Tengingi við alheiminn, tengingi við þig, tengingi við náttúruna, hún er öll í þér. Við þökkum þér, Drottinn minn. Og ef það er einhver hérna núna sem er að hlusta og horfa á sem ekki hefur einu sinni tekið fyrsta skrefið í bæn, bara að segja, heyra, ég er til að pröfa þetta. Þá langar mig að biðja bara eftir mér, við skulum taka fyrsta skrefið saman. Himneski Faðir, ég vil þakka þér að þú hefur gefið mér aðgang í gegnum Jesú Krist að öllu Guðs ríkinu, að æðri tilgangi og sannleika. Mér langar að koma fram fyrir þig núna. Og ég vil segja, Drottinn minn, ég þarfnast. Fyrirgefðu mér allt það ranga sem er í lífi mínu. Allt sem hefur aðskilið mig frá þér. Synd mína. Fyrirgefðu mér. Og ég biðja mig að taka á móti mér. Og ég játa með munni mínum að Kristur er Drottinn. Og ég trúi í hjarta mínu. Endurfæddu mig núna. Gefðu mér það fyrsta að biðja og þú kemur. Þú gefur. Þakka þér, Drottinn minn, í Jesú nafni. Amen. Guð blessi ykkur, elsku vinir, fjölskyldu ykkar, varðveiti, gæti ykkar. Þið eruð augasteinninn hans. Hann elskar af öllu hjarta. Guð er bara góður.